Pétur! Flýtið ykkur! Hvaða hangs er þetta? Þennan morgun sem oftar ráku Heiða og Pétur geiturnar í eftirlætishagann. Heiða lék á alls oddi, hún var glöð og áhyggjulaus. Pétur hafði hins vegar þungar áhyggjur. Bara ég geti sagt henni frá þess af nærgætni. Vertu ekki að þessu, Snædrottning. Þú getur rifið gat á kjólinn minn. Æ! Snædrottning þó. Sérðu alls ekkert annað en þessa geit? Auk þess hún í haganum til að bíta, ekki til að leika sér, það ættir að vita. Hvað er að þér, Pétur? Þú ert ekki vanur að vera svona reiður. Hvað er að? Það kemur þér ekkert við. Víst kemur mér það við. Þú ert vinur minn. Hvað þykist eiginlega að vera? Þú er skrítinn. Pétur var ekki reiður, hann hafði áhyggjur. Hann þurfti að segja Heiðu frá nokkru en kom sér ekki að því. Hann hafði fréttað morguninn niður í þorpinu. Fyrirgeðu hvað ég segi. Gerðu ekkert, Snædrottningin er heldur ekki komin. Nú, varstu ekki búin að frétta, hún kemur ekki með framar. Hvað kemur til? Já, mér er nær að halda að þér bregði þegar þú fréttir það. Þú veist hvað það merkir. Hún verður seld. Hvers vegna? Já, ég veit ekki. Ég hef ekki enn heyrt það. Þarna kemur hún samt. Sæll, hér erum við komin. Er það satt að eigi að selja Snædrottning? Já, þú ert þá búin að frétta það. Ég get ekki lengur átt hana. Þetta verður síðasta sumarðinnar. Hún vex svo lítið. Það gerir ekki til. Hún er bara sein til. Hún verður bráðum stór. Nei, ég held ekki. Hún étur ekki og mjólkar ekki heldur. Pétur? Hann er þarna efst uppi. Að hver er hann að leita? Hvað ertu með? Láð mér að sjá. Bara einhverjar jurtir. Gríftu þær. Láttu þær bara detta. Ég greip þær, mikið ilmaðar vel. Hvað gerum við svo við þær? Ég er hætt að botna í þér. Hvað er eiginlega að þér? Fyrst argar á mig fyrir að leika við Snædrottningu, en svo klifrar sjálfur í klettum og tínir einhverja jurtir handa henni. Við skulum fá okkur mat. Hvað gengur að þér? Svafstu illa? Ég sef aldrei illa. Eitthvað er samt að þér. Þú ert svo skapstyggur. Ég hef aldrei vitað því svona. Hvað varðar þig skapið í mér? Heyrðu nú. Hvað gengur eiginlega að þér? Viltu ekki segja mig hvers vegna liggur svona illa á þér? Fyrir eða síðar verð ég að segja þér það. Segja mér hvað? Þá að selja hana Snædrottningu. Snædrottninguna okkar? Já, Snædrottningin okkar verður seld slátrara. Nei, ég trúi því ekki. Ég trúi því alls ekki. Þú getur ekki leyft það. Við megum ekki leyfa það. Við megum það ekki. Við getum ekkert gert. Það er sagt hún vaks ekki og hún muni þess vegna aldrei mjólka neitt. Þetta er aumadellan. Ég leyfi það ekki. Þau fá það ekki. Hvers vegna dettur þér ekkert í hug, Pétur? Hvers vegna hugsaðu ekki neitt? Snædrottningin er uppáhaldsgeitin mín. Ég hugsa ekki annað og mér dettur ekkert í hug. Ég veit heldur ekki hvað við getum gert. Þau mega þetta ekki.
Þetta getur ekki verið, þetta getur hreint ekki verið. Mér þykir svo vænt snædrottningu. Snertir þetta þig ekki? Auðvitað snertir þetta mig. Heldur ég sé tilfinningalaus? Snædrottning, veslings snædrottning. Þau mega það ekki, þau fá það ekki, ég leyfi það ekki. Það á að selja snædrottningu til slátrunar. Hvað svona segirðu ekki? Ég sé á þér að það er eitthvað að. Þú ert svo þungbúin og svipinn. Hlustaður ekki á það sem ég var að segja. Það á að slátra snædrottningu og þú hefur áhyggjur á svipnum á mér. Já, það hef ég. Í sveitinni eru geitur aldar til að mjólka þær en ekki sem gæludýr. Geitur verða að gefa sér mjólk. Nei. Jú, Heiða mín, þessu verður ekki breytt. Við bændur ölum geitur til að mjólka þær. Úr mjólkinni gerum við svo ost. Svo seljum við ostin eða látum hann í skiptum. Á hverju ættum við annars að lifa hér efra? Mér er alveg sama á hverju við lifum. Heiða! Farðu nú að sofa, Heiða mín. Ég var að tala við þig. Geturðu ekkert gert það við? Þú sem venjulegast veist ráð við öllu. Nei, Heiða mín, það get ég ekki. Við eigum ekki snædrottningu, svo ég hef engan rétt á að blanda mér í málið. Sumt verður maður að sætta sig við. Taktu nú sönsum, Heiða mín. Ég ætla sko alls ekki að taka neinum sönsum. Maður hlýtur að mega gera undantekningu. Snædrottning, komdu hingað. Heiða! Svona, barni mitt, vaknaðu. Það var farið með hana. Nei, það fór enginn með neitt. Þið dreymdi bara illa. Það kom maður og barð hana og fór með hana. Vertu róleg, blessa barn. Kannski var þetta bara draumur. En bráðum verður það veruleiki. Drektu þetta, þá líður þér betur. Takk. Viltu aftur í bollan? Það er ekkert hægt að gera. Dettur þér ekkert í hug ef þú hugsaði mjög vel um. Þetta má ekki verða. Það er bara eitt til ráða. Við verðum að auka mjólkina hjá henni. Er það hægt? Ég get engu lofað en það er reynandi. Hvað gerum við? Segðu mér það. Fóðrað hana þegar hún vill ekki bíta. Heldur að hún taki við því? Já, hún þiggur áreiðanlega fóður hjá þér. Þér treystur hún, en fyndu handinni bestu jurtirnar og ferskasta grasið. Pétur var að tína jurtir. Það er gott. Já, Pétur kann á geitur. Jurtirnar eru því betri því ofar sem þær vaksa. Ég skil hvað þú átt við. Þú átt við þessa með breiðu blöðunum sem ilma svo sætt.
Þær vaksa svo hátt uppi að mér segja geiturnar komast varla að þeim. Láttu samt Pétur að klífra. Ég vildi síður að þú hrapaði fyrir Björg. Hann Pétur alinn upp hér í fjöllunum og hann klífrar jafnvel enn betur en gemsurnar. En farðu nú að sofa, þetta bjargast einhvern veginn. Sagði ég ekki, afi, þegar þú brýtur heilan þá kemur þér alltaf ráð í hug. Við verðum að vona að koma að gagni. Já, það er ég vissum og nú get ég loksins sofnað. Góða nótt og þakka þér kærlega fyrir. Morgunin eftir sagði Heiða Pétri frá því sem þeim afa hafði farið á milli kvöldið áður og börnin einsettu sér að hjálpa snædrottningu. Þarna uppi vex jurt eins og afi talaði um. Þetta er of bratt fyrir þig. Hvaða vitleysa? Reyndu ekki að klifra hérna. Heiða þagði vitanlega það að afi hennar hefði lagt á það áherslu að hún mætti ekki sjálf klifra eftir jurtunum. Hún ætlaði að hjálpa snædrottningu og þegar Heiða hafði einsett sér eitthvað, lét hún fátt aftra sér. Þetta sagði ég. Nú kemstu ekkert. Haltu þig meira til vinstri. Hvernig á ég að vita hvað er til vinstri? Það er þeim megin sem jurtina vaksa. Ég næ ekki. Handleggirnir eru of stuttir. Hversvegna hjálparðu mér ekki? Flýttu þér. Hvernig? Ég veit það ekki. Þú verður að finna ráð. Gott, þá kem ég. Þetta verður í síðasta sinn. Farðu varlega. Svona varlega. Hvað þykist eiginlega að vera? Getur aldrei hlýtt því sem við þér sagt. Þetta leit ekki út fyrir að vera svo bratt. Þú getur ekki giskað á hvað ég fann þarna uppi. Hvernig líst þér á? Engan veginn. Er eitthvað að? Þetta er ekki rétti jurtinar. Þetta er það rétti. Heiða og Pétur lögðu hart að sér. Þau klifruðu í fjallinu allan liðlangan daginn og tíndu ferskar jurtir handa snædrottningu. Það leyti þegar sólin gekk til viðar var Heiða orðin svo þreytt að henni fannst hún varla geta gengið. Samt var hún afskaplega sæl. Hún var sannfærð að þau Pétur myndi geta bjargað snædrottningu. Hvað er að? Líður þér illa? Nei, ég er bara þreytt. Það er allt og sumt. Hvar er snædrottning? Hún er farin, ég sé hana hvergi. Þarna er hún. Guði sé lof. Þakka þér fyrir. Óskup ertu þreytulegur. Hún hefur sjálfsagt ekki undir neinna hvíldar. Þú þekkir hana. Hún verður ekki rónni fyrir en búið verður að tína hverja jurt. Gætt hennar vel. Já. Ég held ég ætti að senda Jósef með ykkur á morgun. Hann gætir þess að ekkert komi fyrir ykkur. Gott, það kemur sér vel. Ég sæki þið svo á morgun. Heiða! Ég sé hann ekki. Heiða! Heiða! Heiða? Hún hefur gengið fram á sér eins og fyrir daginn. Sjáumst á morgun.
Ari stóð við orð sín og sendi Jósef með börnunum daginn eftir. Það létti mjög á Pétri sem vissi að hjörðin væri óhult hjá hundinum og gat því helgað sig jurtasöfnuninni með Heiðu. Sjáðu, þetta þó nokkuð. Komdu nú Snædrottning fljót. Ekki leyfa neinu, éttu þær allar. Nú varstu dugleg. Æ. Meiddirðu þig? Hvað að? Segðu eitthvað. Þetta mjög slæmt? Finnurðu mikið til? Þú ert líka með þó nokkrar. Hélstu að ég var að príla þetta mér til skemmtunar? Þetta handa þér, Snædrottning. Þakka ég fyrir. Það blæðir úr hnén á þér. Er það sár? Nei. Mestu máli skiptir að henni líki þetta. Hnéð ekki svo aumt. Það sem ég dettur í hug. Þetta lærði ég á hundunum. Þeir gera það alltaf. Komdu nú Snædrottning. Heiða og Pétur hefðu tekið að sér að bjarga Snædrottningu og þau voru óþreytandi við að leita að ferskum jurtum handin að éta. Og þegar afi gekk til fjalla til skógarhöggs mundi hann ævinlega eftir litlu geitinni. Þakka þér fyrir. Hérna Snædrottning, þetta handa þér. Éttu það nú. Á þessu gekk nokkra daga en svo fór allt í einu að rigna og ætlaði aldrei að stytta upp. Heiða hafði þungar áhyggjur. Hver myndi nú gefa Snædrottningu jurtirnar sem hún þarfnaðist til að verða stór og sterk? Heiða? Já. Hættu nú að grufla. Hún fer að vaxa, það veit ég. Í alvöru? Já, ég held að henni sé borgið. Það var í skelfing gott. Afi, Já, hvað? fáðu mér þetta. Ég fer með það fyrir þig. Veistu það, að þegar ég strauk Snædrottningu síðast, þá fannst mér hún hafa braggast. Já, þetta sagði ég. Nú var sumri tekið að halla. Dagarnir urðu svalari og þrálát þoka lagðist yfir svo að stundum sá ekki fram úr augum. Það var allt of háskalegt að klífa fjöll. Þessa líta vel út. Við verðum að ná í þær. Nei, við sækjum þær ekki. Þær verða kyrrar. Það er of hvasst og þetta er of bratt. Förum tilbaka, það er ekki hviti í þessu. Það er svo langt síðan Snædrottning hafi fengið jurtir. Þarna er fullt af þeim. Heiða! Heiða! Hjálpaðu mér, Pétur! Heiða! Haltu þér fast! Ekki sleppa takinu! Fljótur, ég get ekki meir. Ekki sleppa takinu! Nú þarftu bara að halda aðeins lengur út. Ég er að gefast upp, flýttu þér. Gefstu ekki upp, réttu mér höndina. Ég get það ekki.
Víst getur það, haltu þið samt fast. Ég er hrædd. Ekki sleppa. Og enn einu sinni skildist Heiðu að affara sælast yrði fyrir hana að hlýðnast Pétri. Það hefði farið illa fyrir okkur ef Jósef hefði ekki verið með. Heiða hafði tognað á fæti og var allstaðar með skrámur og marbletti, en það lét hún sér í léttu rúmi liggja, bara ef hún geti hjálpað Snædrottningu. Strax næsta dag var hún þotin af stað til að leita upp allt fjall að jurtum handa litlu geitinni. Aðeins það besta var nógu gott handa Snædrottningu. Heiða hélt því æ lengra inn í skóginn og kleif æ hærra upp í fjallið og uppgötvaði við það staði sem voru henni áður ókunnum. Pétur var allstaðar nálægur og reyndi sem fyrr að hafa vit fyrir óvarkári telpunni. En fyrirhöfn þeirra virtist unnin fyrir gíð. Fréttirnar sem Pétur flutti neðan úr þorpi voru ekki alltaf góðar. Samt hélt Heiða í vonina. Í næstu vik